Við erum komin í Árskóla á Sauðárkróki. Hér eru fjölmenni í Norræna sumarháskólanum. Segðu mér aðeins hvað þetta er. Norræni sumarháskólinn er í rauninni, sem sagt, svona, hér erum við með fræðafólk frá öllum Norðurlöndunum og þetta er orðin rúmlega 60 ára gömul stofnun, eða samtök í rauninni, sem að upphaflega eru stofnuð bara fólki eftir stríð sem að hafði áhuga á að bara tengjast inn á innan norrænna landa til svona inn í fræðasamfélaginu og var að leita bara kollegum og svo í rauninni bara vatt þetta upp á sig og verður stærra og stærra og fólk sækir sérstaklega í dag er svona þörfin fyrir að sko koma og svona í samstarfinu að sitja ekki í þínu eigin horni með verkefni, heldur getur þú komið með óklára verkefni sem þú ert að vinna og fengið svona ákveðið feedback á vinnuna og svo er þetta náttúrulega bara það sem að fólk talar rosalega mikið það eru þessi tengsl sem er að myndast. Við erum að ná þessum tengslum í norrænum löndum og við erum mjög mikið alþjóðavæðst. Það er fólk sem hefur sýnt mikinn áhuga að koma frá Bandaríkjunum og Bretlandi og Ítalíu þannig að hér er bara fólk sem er að koma með sína rannsóknir, að hitta fólk á bæði í sínum eigin hópum. Þetta virkar sem sagt þannig að við erum með 8 hópa sem að starfa undir sínu þema. Þeir fá vinna í 3 ár í einu og þessir hópar vinna bara sínum efnum og hittast einu sinni yfir veturnar og bara velja sér þá bara land innan norrænna landa til að hittast. En koma svo saman á sumrin á einni stóri ráðstefnu og þá verður svo svona þessi þverfaglegi vinkill svolítið að geta rölt á milli hópa og sé hvað þeir eru að gera og kynnast öðrum og svona alltaf þessi tengsl. Við erum með prófessora og við erum með doktorsnemendur og meistaranemendur og BA-nemendur og hér fá einmitt nemendur þetta tækifæri til að sko nálgast prófessorana og kennarana og eiga svona í þessum samskiptum, þessum akademísku samskiptum. En það hefur fylgt ykkur fjölmiðla hópur, er það ekki? Jú. Og tilgangurinn er að koma boðskapnum væntanlega á framfæri. Já. Og hvernig hefur það gengið? Það hefur bara gengið algjörlega frábærlega og við fengum sem sagt, og það kemur Háskólinn á Akureyri enn og aftur vegna þess að í samstarfi við háskólann þá fengum við 3 fjölmiðlafræðinema sem að nema við háskólann og fengum þau í rauninni til að koma og vinna. Norræni sumarháskólinn hefur gefið út þess að daglegt fréttabréf og sem hefur verið mjög svona mismunandi milli ára hvernig það hefur unnið. Og við fórum af stað með mjög svona metnaðarfullt prógram, vildum bara kynna svæðið, vildum kynna landið og fá bara fólk sem er að læra þetta og kann þetta og þau eru búin algjörlega frábær. Og sko sveitarfélagið styrkir okkur til þess að halda þessu starfi eins öflugu og flottu og það er núna. Og blaðið hefur verið sko algjörlega frábært. Þá er eiginlega næsta mál að heyra bara hvernig hópnum hefur gengið. Já. Þetta hefur gengið bara alveg rosalega vel og stjórnin, Arcon-stjórnin sem við erum að vinna fyrir hefur gefið okkur mjög mikið frelsi til þess að vinna þetta eins og við sjáum best og hingað til þá hefur allt gengið óskum og allt gengið mjög vel. Þannig að það að hafa ritstjórnarlegt frelsi skiptir miklu máli. Það hjálpar. Það leyfir manni að sjá fyrir sér verkefni frá byrjun til enda og maður lærir helling á því þótt maður lærir auðvitað mikið á því að einhver sé að fylgja manni eftir. Og þið hafið verið svona svo flugur á vegg kannski þessa daga eða hvað? Já, maður hefur verið að fylgjast með fólkinu, verið með myndavélar og upptökuvélar að taka upp ýmsa hluti svona til þess að búa til aðeins auka. Við erum með, eins og áðan var sagt að við erum með blað, en við ákváðum að vera með eitthvað aðeins auka, sem sagt myndir á netinu, vídeóklippur og þannig hluti. Og er það þá ekkert síður hugsað til þess að fólk geti þá náði í þetta efni þegar heim er komið eða sýnt á annar staðar og slíkt? Já, bara allt eftir því hvað fólkið vill nota það og líka bara til þess að kynna starfsemina vegna þess að þetta er starfsvettvangur fyrir háskóla en þetta er líka hægt að gera smá gaman með þetta líka. Já, segðu mér. Svona, þetta er eins og í gær, þá fóru til dæmis krakkarnir í hestaferð. Það verður með svona sérstakann fræðsluhring fyrir krakkana og þá fór ég og við tókum myndir og tókum upptökur af krökkunum á hestum og svo var þetta klippt saman í myndband og sett á netið. Sem að gerir þetta ennþá skemmtilegra. Og þetta verður þá eiginlega svolítið eins og dagbók? Já.
Þetta er eins og það var sett í upphafi að vera með virkilega gott blað fyrir fólki til þess að lesa bæði í prentvænni útgáfu og á netinu og einnig til þess að gera eitthvað aðeins meira, til þess að svona leggja meiri metnað í þetta verkefni. Finnst þér það hafa tekist? Mjög svo. Þetta er bara eins og ég segi, þetta hefur gengið rosalega vel, allir eru ánægðir og ef allir eru ánægðir þá er ég mjög ánægður. Og sérðu framtíð þína til dæmis áfram í fjölmiðlum eftir þessa reynslu? Eftir þessa reynslu, svo sannarlega. Það er gaman og virkilega áhugavert að læra fjölmiðlafræði í háskólanum en það vantar svona akkurat þetta tækifæri til þess að fá að vinna við þetta og það er þess vegna sem ég var mjög glaður þegar Ingibjörg ákvað að leyfa mér að taka þátt í þessu verkefni í tengslu við háskóla vegna þess að ég er að læra helling á þessu og þetta er ekkert gróði fyrir mig. Staðsetningin núna Sauðárkrókur, einhver hefði haldið að Akureyri hefði frekar orðið fyrir valið eða Reykjavík? Já. Hvers vegna Sauðárkrókur? Hvers vegna Sauðárkrókur? Fyrst og fremst að þá að því við svona erum búum í Norðurlandi og erum norðan fólk og við vildum svolítið fá fólk norður til okkar og ekki síst að svæðið hér býður algjörlega upp á allt sem að fólk í Norræna Sumarháskólanum er að sækjast eftir. Þau sækjast eftir að vera ekki í stórborg þar sem að við viljum halda fólki saman, við viljum ekki missa fólk út til dæmis seinni parta þar sem að það eru allir saman hérna, við erum að gera allt saman. Og það er svona hugmyndin, hérna náum við að fólk kemst í búð eða vantar eitthvað en það er samt, hérna erum við að gera allt saman. Þannig að við svona fáum það hér og Sauðárkrókur bara í rauninni hefur nákvæmlega sem við þurftum. Það hefur hótel fyrir alla gestina okkar sem eru núna yfir 150 og þeir hafa þetta hús hérna sem er nánast samlíkjandi við hótelið. Og við hafa bara algjörlega tekið frábærlega mót okkur. Hann hefur staðist væntingar? Já, og bara miklu meira en það. Og bara fólki sem vinnur hérna á hótelinu og fólki sem er á Kaffi Krók og hefur síðan matinn fyrir okkur, þetta er búið að vera algjörlega framúrskarandi.